En næsti fyrirlesari og þriðji fyrirlesari hér í dag heitir Trausti Þór Friðriksson og hann kemur frá Símanum. Trausti hann ætlar að tala snjallhlutavæðingu heimilanna eða heimanetin og vonandi segir hann okkur allt það hvernig við getum talað við ísskápinn. En Trausti hann hefur starfað hjá Símanum í 10 ár og þar af 7 ár í vörustýringu og hann núna vörustjóri internets. Á þessum tíma þá hefur landslag tækninnar tekið stakkaskiptum sem að líkja má við tæknibyltingu. Þetta þekkjum við öll. Trausti hann hefur verið í miðju þessara breytinga hjá Símanum og öðlast gríðarlega þekkingu á internetinu og öllu sem því við kemur. Og við skulum núna bjóða hann Trausta Þór velkominn á svið. Gjörðu svo. Takk fyrir. Það var mjög skemmtilegt hjá Kjartani og Þór. Ég ætla nú ekki að segja ykkur frá hvernig maður tala við ísskápinn, því miður, Eva. Ég er ekki mikið að fara út í hvaða hlutir verða inn á heimilum eða eitthvað slíkt. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá bara svona viðskiptatækifærunum í kringum þetta. Ég hef heyrt sérfræðinga kalla snjallhlutavæðinguna stærsta einstaka viðskiptatækifæri í sögu kapítalismans. Stærsta einstaka viðskiptatækifærið. Hvort sem eru sammála þessari fullyrðingu eða ekki, þá eru alveg ótrúlega spennandi hlutir að fara að gerast. Varðandi orðið snjallhlutavæðing. Þetta er svona tilraun okkar hjá Símanum til þess að þýða orðin Internet of Things og þá stendur snjallhlutavæðing heimila fyrir svona smart home, connected home, snjallheimili og svoleiðis. Mér langar aðeins að spá í næstu ár með ykkur og fókusa þá einna helst á heimilið. Í Bandaríkjunum var lögð fram könnun hvaða framtíðartækni á heimilið að Jetsons fólk vildi helst. Þarna var þetta að velja róbot með tannbursta, færiband sem flytið á milli herbergja, jetpack og svo framvegis. Þegar við skoðum niðurstöðurnar þá kom í ljós að flestir vilja heimilishjálpina. Þeir vilja fá aðstoð við heimilisstörfin. En næst flestir vildu sjálfvirku máltíðavélina. Þetta er bara svona til gamans. Kjartan talaði 70 til 100 milljarðar tækjæri tengdir hérna á næstu árum. Flestir þeir sem ég hef verið að lesa er að tala 50 en auðvitað hefur maður sé alveg tölur upp í 100 milljarðar líka. Búist við því að fjöldi snjallhluta verði komin í 50 milljarða eftir 5 ár. Þar af helmingurinn inn á heimilum fólks. 5 ár. Til að setja þetta í samhengi, þá eru 5 ár í dag frá því að iPhone 4 kom á markað. Þetta er gríðarlega stuttur tími. Allavega finnst mér tíminn líða ansi hratt í þessu. Ef við skoðum fleiri tölur, OECD, Efnahags- og framfarastofnunin, hún listaði upp hvaða tæki eða hvaða hlutir þetta yrðu. Þannig myndi dæmigerð 4 manna fjölskylda vera komið með 40 fleiri nettengda hluti inn á heimili sitt eftir 7 ár. Þarna má til dæmis sjá internettengda skó, internettengdan bíl, orkumæli sem tengdir veitufyrirtækjum og margt fleira. Persónulega finnst mér vanta ýmislegt inn á þennan lista, til dæmis íklæðaleg tækni, snjallúr og þess háttar. Og kannski ágætt að taka fram að síðan þessi listi var gefinn út og það hefur hann verið nokkuð umdeildur allavega. Þó að búnaður sé nettengdur, það að búnaður sé nettengdur er ekkert nýmóðis. Tölvur, símar, sjónvörp og allt slíkt, það er búið að finna leiðir til að tengja við netið. Það er kannski ágætt að spá því að það er alveg heill hellingur
sem á eftir að tengja. Það er meðal bleiur. Þetta er ekki allt bara tæki, þetta er líka hlutir. Árið 2004 þá fóru menn að skipta internetinu upp í 2 tímabil. Vefur 1.0 og vefur 2.0. Vefur 1.0 snerist það að tengja tölvur við internetið og með aðkomu samfélagsmiðla þá var vefur 2.0 sem snerist að tengja fólk við internetið. Þannig á vefur 3.0 að tengja allt annað saman. Það er að segja tengja saman rest. Það er erfitt að tala tækniþróun á þess að ræða eins ofmatskúrfu Gartners. Samkvæmt henni þá fer öll ný tækni í gegnum ákveðið ofmat eða hype áður en tæknin verður markaðsvæn. Þannig eru væntingar til tækninnar blásnar upp áður en raunverulega er hægt að koma með hana á markað. Snjallhlutavæðingin, Internet of Things, er á toppi ofmatsins. Það er ekki hægt að gera meiri væntingar til hennar. Eins og staðan er í dag. En væntingar til heimila eða snjallheimilisins, það eru rétt að byrja. Við munum heyra töluvert mikið meira snjallheimilinu næstu 2-3 árum. Snjallhlutavæðing er gríðarlega flókin, Internet of Things. Ég ætla að fókusa á mjög afmarkaðan en samt mjög breitt svið snjallheimili og síðan ætla ég aðeins að ræða við ykkur stýrikerfin eða hvaða plattformar verða fyrir þessi snjallheimili. En til að byrja með, langar mig aðeins að segja ykkur frá því hvað er á síðustu árum hafa orðið margar tækninýjungar sem styðja snjallhlutavæðinguna. Internettenging á heimilum, verðið á skynjurum, skýið, snjallsímar, spjaldtölvur, nýir þráðlausir staðlar. Þetta er bara nokkuð dæmi það sem er að gera snjallhlutavæðingu heimila að raunhæfum möguleika. Aftur á móti eru nokkrir hlutir sem við ennþá að bíða eftir. Tökum sem dæmi rafhlöður. Það mættu vera minni og endingarbetri, en það er til dæmis mikið að skynjarar og aðrir smáhlutir séu of stórir vegna þess að rafhlöður í þeim þurfa svo mikið pláss. Stjórnkerfin í dag eru mjög takmarkandi. Maður þarf næstu því að vera forritari til þess að geta stýrt þessum kerfum sem eru í boði í dag. Það er heldur ekki nóg að safna gríðarlega mikið af gögnum. Maður þarf að geta unnið úr þeim. Maður þarf að kunna að vinna úr þeim og það á rauntíma. Að lokum finnst mér ég verða að nefna orðið gervigreind. Það er bara svo ofboðslega mikið skemmtilegt og spennandi í kringum gervigreindina sem á eftir að bjóða upp á marga möguleika. En af hverju ætti fólk að fá sér snjallheimili? Hver er gulrótin á bak við snjallheimilin? Hver er the killer app fyrir snjallheimili? Hver er drifkrafturinn sem fær mig til að fara út og vilja kaupa mér snjallheimili? Það eru margir sem eru að veðja á þessa punkta hérna sem munu að þetta verði gulræturnar. Lægri orkureikningur, sjálfvirkni, eftirlit, öryggi, heilsa. Persónulega finnst mér heilsan mest spennandi af þessu. Við vitum að þjóðfélagið er að eldast. Ný tækni getur gert fólki kleift að búa lengur á heimilum. Það getur því verið gríðarlega þjóðhagslega hagkvæmt fyrir okkur. Það er að segja ef við stöndum rétt að þessu. Ráðgjafafyrirtæki Gigaom lýsti nýlega hvaða eiginleikum þessi drifkraftur, þessi gulrót, þarf að búa yfir. En til þess að ný tækni geti náð til massans þarf hún að einfalda líf fólks en ekki flækja það. Og hún þarf að hafa þessa 6 eiginleika. Hún þarf að vera gagnleg, handhæg, á viðráðanlegu verði,
einföld, gagnvirk og skalanleg. Talandi viðráðanleg verð, 40 ný tæki inn á heimilið, þetta verður að teljast ágætis fjárfesting, jafnvel þó en þessi dreift yfir á 5-7 ár. Það er of mikils ætlast til að fólki eða á að fara að fjárfesta í öllum þessum tækjum. Það er nokkuð ljóst að mörg fyrirtæki munu því hjálpa til við þessar fjárfestingar, enda mikill ávinningur fyrir þau að gera það. Þannig mun til dæmis Orkuveita Reykjavíkur eflaust skipta út orkumælunum án þess að viðskiptunum greiði eitthvað sérstakt stofngjald fyrir það. Þá munu tryggingafyrirtæki einnig sjá sér hag í því að selja tryggingar í samræmi við notkun og áhættuflokk. Þannig að þetta er ekki allt stofnkostnaður fyrir heimili. Snjallhlutavæðingin mun hafa áhrif á flesta atvinnugeira. Hér nefni ég nokkra hagsmunaaðila sem tengjast kannski heimilum beint og munu vera fyrir miklum áhrifum, en þetta á náttúrulega við flesta ef ekki alla atvinnugeira. Það er auðvelt að sjá fyrir sér að fyrirtæki sem takast ekki á við þennan breytta veruleika munu eiga erfitt uppdráttar þegar breytingarnar gera tekjumódel fyrirtækisins úrelt. Betra er að ráðast strax í nauðsynlegar breytingar og það getur þýtt að fórna þurfi hluta að núverandi tekjustraumum. Því það eru risafyrirtæki að fara að blanda sér á sumra þessa markaða. Þau fara að hefja innreið sína. Þessi fyrirtæki eru farin að mynda sér bandalög sem ég kýs að kalla vistkerfi. Eins og búast má við, þá eru allir helstu leikendur og gerendur í netheiminum að finna sér stað í þessu vistkerfum. Hérna eru fyrirtæki eins og LG, Sony, Apple, Microsoft, Google, Samsung, Intel, LG, General Electric og svo framvegis. Kerfin, þau kallast AllJoyn frá Allseen Alliance, Open Interconnect, Thread og HomeKit. Í hverju vistkerfi er að finna allavega einhverja stýriskerfisframleiðendur, örgjöraframleiðendur og fjöldan allan að búnaðarframleiðendum. Þessi vistkerfi eru sérst að fara í keppni. Keppni það hvert er að vera með fyrsta alvöru stýrikerfi snjallhlutavæðingarinnar. Líklega verður aldrei pláss fyrir fleiri en 2-3 slík kerfi eftir að við erum farin að sjá þau koma fram. Nokkrir hluti sem vert að minnast á. AllJoyn er fyrsta vistkerfið. Það var stofnað fyrir rétt rúma ári síðan. Hin vistkerfin voru öll stofnuð síðasta sumar. Samsung, eins og þið sjáu, þeir eru hérna í 2 vistkerfum. Þeir eru að veðja á alla nema AllJoyn. Þeir eru meðlimir í bæði Open Interconnect og í Thread, en segjast líka styðja HomeKit. En það hafa ekki verið með neina yfirlýsingar varðandi AllJoyn sem ég teki eftir. Allavega, það er mikið að fara að gerast í þessum málum og það verður mjög spennandi að sjá hver vinnur þessa keppni. Rannsóknarfyrirtæki Gartner spáir því reyndar að ekkert stýrikerfi komið til með að vera orðið ráðandi á markaðnum fyrir en eftir árið 2018, þannig að það er ennþá nokkur ári í þetta. En aðeins öryggi nettengdra tækja. Fólk á það til að oftreysta fyrirtækjum. Það geta allir gert mistök. Ég er í gott dæmi frá Fitbit sem framleiðir armbönd sem mæla annars hreyfingu fólks. Fyrir nokkrum árum var notkun notenda þeirra opin hverjum sem er. Í ljós kom að hægt var að skoða til dæmis hreyfingu fólks í svefnherbergjum. Og það var meira að gefa einkunn fyrir frammistöðu. Fitbit er ekkert eina dæmið fyrirtæki sem hefur misstigið sig þegar kemur að öryggi notenda. En eins og þið sjáu, það var auðvelt að finna fyrirsagnir öryggisgalla í nettengdum búnaði.
Við hjá Símanum, við ætlum að leggja okkar á mörkum við að tryggja betra öryggi. Margir viðskiptavina okkar kjósa að tengja búnað á GSM-kerfinu okkar beint við internetið. Það leiðir oft til þess að auðvelt að brjótast inn á þennan búnað. Hægt að gera þennan búnað mun öruggari og næsta haust ætlum við að bjóða því viðskiptunum okkar að koma þessu búnaði fyrir aftan eldvegg og með því fela hann frá internetinu. Við köllum þetta öruggt tækjanet Símans. Eins og ég verið að lýsa hérna, þá tækni og netumhverfi okkar að flækjast töluvert og það hafi ekki allir kunnáttu í að setja upp almennilega upp neti heima á sér. Við hjá Símanum ætlum okkur að einblína á þjónustu við okkar viðskiptinni og þannig geta þeir notið snjallhlutina sína. Ef þið viljið heyra meira, ég ætla ekki að meiri tíma í einhverja vörukynningar, ef þið viljið heyra meira þetta örugga tækjanet eða síminn til þín, þá langar okkur að bjóða ykkur fram í básinn okkar og bjóða okkur velkomið þar. Ég ætla að draga þetta saman, ég mun að segja ykkur. Eftir 3-5 ár verða línurnar farnar að skýrast í þessu vistkerfum. Eitthvað stýrikerfi verður farið að ná góðri fótfestu, en áfram verður mikið nýja tækni sem ekki tengist neinum vistkerfum, mikið svona hæpvörur. Fyrstu alvöru snjalltækjabúðirnar munu líta dagsins ljós. Það verða einungis með vörur sem styðja ákveðin vistkerfi og eru svolítið svona í anda Google Play og App Store fyrir snjallsíma og spjaldtölvur í dag. Landslagið eftir 10-15 ár verður orðið gjörbreytt. Ef þið hafið ná fyrirlestranum hérna í morgun, þá eru mögulega tækninýjungar eins og sjálfkeyrandi bílar, róbótar, drónar og kannski jafnvel sýndarveruleiki fann að setja mikinn svip á umhverfið okkar. Það ekki bara innan snjallheimilanna sem þetta mun þróast. Líklega þarf að aðlaga núverandi persónuverndarlög að breyttu umhverfi og breyttu lífstíl fólks. Fólk í dag að alast upp við það að heimili sé opið út á netið og það velur að opna það. Líkt og við þekkjum til dæmis á samfélagsmiðlum. Lögin í dag, persónuverndarlögin í dag, eru þröngt skilgreind, það að segja allt bannað nema það sé leyft og kannski þarf að snúa þessu við. Skilgreina frekar hvað bannað og leyfa allt annað. Það allavega stórar áskoranir sem löggjafinn stendur frammi fyrir og hann þarf að huga því að fólk mun vera tilbúið að fórna persónuverndinni sinni að einhverju leyti fyrir tækni sem einfaldar líf þeirra. Í dag getur þú keypt þér tugi mismunandi snjallheimiliskerfa sem þú þarft að setja upp sjálfur, svona do it yourself. Þar sem einhver vistkerfi munu vinna keppnina, þá mun fólk ekki lengur þurfa að velja milli ótal kerfa og líklega að það haldi bara tryggð við sitt vistkerfi. Þannig að vöruframbúð mun einfaldast. Ég geri líka ráð fyrir því að líkt með snjallsíma í dag, þá er óhagkvæmt að flytja sig á milli vistkerfa. Þeir sem skipta úr Apple í Android þurfa oftast að endurkaupa öll forrit sem þeir hafa keypt sér í fyrri síma og vonandi verður það þannig að búnaðarframleiðendur geti framleitt fyrir öll vistkerfi en það verður alltaf einhver tæki sem ekki studd af öllum kerfum. Mín tilfinning svo að Google og Apple muni vinna þessa keppni, það er að segja Thread og HomeKit vistkerfin. Líklega vegna þess að bæði vistkerfin hafa aðila eins og Google og Apple sem eru mjög sterkir og muni geta tekið ákvarðanir fyrir allt vistkerfið á meðan við erum farin að sjá aðila úr hinum vistkerfinum detta út og þeim út að þeir eru óánægðir og ekki sammála og slíkt. Það verður erfitt að vera sammála allt. Þannig að mér finnst þessi tvö líklegust til að vinna þessa keppni. Ég vona að þið haft gaman að þessu fyrirlestri og allir sér að spyrja sjálfa sig hvernig mun snjallhlutavæðingin hafa áhrif á mitt fyrirtæki eða hvernig get ég nýtt með snjallhlutavæðinguna til að finna ný tækifæri og vaxa. Takk fyrir.
Sé ekki neitt hérna. Það byrja að Trausta að hingra aðeins. Ef það eru einhverjar spurningar á sal, endilega gefið merki. Notið endilega tækifærið og spyrjið hann Trausta. Ég sé engar hendur á lofti. Sé ekki neitt. Nei, það er mjög erfitt að sjá eitthvað hérna. En við allavega, ég þakka Trausta Þór kærlega. Já, gjörðu svo vel. Hrafnkell. Tækið þurfa vantilega einhverja einkenningu, annarkvort símanúmer eða yfirtölu. Hvernig sérðu þau mál almennt þróast í heiminum og á Íslandi? Já. Ég svo sem ekki menntaður tæknifræðingur, ég er viðskiptafræðingur. En hérna, maður náttúrulega veit ekki hvað Apple er að gera, þeir segja ekki mikið hvað þeir eru að gera, við leyndardómsfullir. En maður sér Google Thread, þá er þeir að veðja á IPv6. Þannig að hérna, IPv6, IBIT hérna auðkenning. En þetta auðkenningamál er náttúrulega alveg orðið stórfurlegt. Þú vilt ekki í dag þarftu sér auðkenni fyrir hvert einasta tæki sem kemur inn á heimilið. Þetta þarf að vera einhver svona federation, þessu auðkenningar þurfa að ná saman. Það er klárlega markaður fyrir fyrirtæki til að koma þangað inn. En Trausti, internet tengda skó, hvað gerir maður við þá? Hvað gerir við armband? Já. Mælihreyfingu. Þetta er mjög merkilegt. Já, þetta er OECD, þetta er ársgamalt gömul rannsóknarfræðin. Já. Já, ég En sjálfur er ekki sérfræðingur í því, sko. Nei, en mér langar samt að geta hringt í ísskápinn minn og spurt hann hvað er það sem vantar í hann nú? Já, vandamáli, já, þú vilt ekki að ísskápurinn sendi bara upplýsingarnar Jú, á eða það. búðina og er alltaf búin að panta þetta fyrir þig. Eða það. Það væri líka ennþá betra. Vandamáli með það er alltaf að ísskápurinn lesa ekki hugsanirnar og ef þú ert að fara upp í sumarbústað Já. með helgina og Það er það versta. tæmdir ísskápinn, þá vilt ekki lenda í það að hann fyllist strax. Nei, nákvæmlega. Þannig ég þarf að geta hringt í hann og sagt honum hvað hann á að Já, þú þarft að hringja. hverju hann þarf að redda. Það er rétt. Já, en þetta er mjög spennandi allt saman. En við þurfum að taka hlé núna þangað til 12:15 þegar hann Örn Orrason kemur. Þið getið náðu að fá okkur kaffi kannski og vatn. En þetta hlé er tekið svona til þess að fólk geti komið sér á milli sala. En þökkum Trausta kærlega fyrir og gefa honum gott klapp.